Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Við ætlum að skoða hérna afstæðiskenninguna sem að Einstein lagði fram hérna 1905. Það er komin 110 ár bráðum síðan. Við ætlum að byrja á því að skoða skriðorkuna sem að við erum vön því að bara megi reikna hérna með hálfur sinnum massi sinnum hraðin í öðru veldi, en þegar að ögnin er komin á mikinn hraða þá hefur hún ekki lengur sama massa og hún hafði þegar hún lagði af stað, massin vex. Þannig að við þurfum að nota jöfnu sem að Einstein kynnti fyrir okkur og kallaði hérna skriðorkuna að hún væri jafnt og fastinn gammi sinnum massi eindarinnar sinnum ljóshraðin í öðru veldi mínus massin sinnum ljóshraðin í öðru veldi. Og þessa jöfnu getur við séð á formúlublaðinu sem svigan gamma mínus 1 sinnum massi sinnum ljóshraði í öðru veldi. Nú gamma er þessi frægi hérna leiðréttingafasti afstæðarkenningur hann leiðrétti lengd og massa og tíma reynda líka. Í afstæðarkenningunni þá er þessi nýja stærð hérna m sinni c í öðru kalluð hvílu orka eindarinnar. Við tökum núna jöfnuna skriðorkuna og einangrum hérna gamma mc í öðru og fáum að þetta er heildarorkan gamma mc í öðru jafnt og skriðorka pluss mc í öðru. En það sýnir okkur að heildarorkan hún hefur skriðorku pluss eitthvað sem við erum óvön mc í öðru. Þetta er kallað hvílu orkan og þýðir sú orka sem að massaeindin býr yfir þegar hún er kyrrstæð, af því að þá er k-ið jafnt og 0. Skulum taka hérna æfingadæmi. Hugsum okkur að við séum með massan 1u og fáum að vita hann er 1,6605 sem 10⁻27 kílógramm. Og við ætlum að reikna hve mikil orka er innifalin í þessu massa þegar hann er bara kyrrstæður. Og þá notum við það að e er sama sem m sin c í öðru og við vitum að m-ið er 1,6605 sinnum 10⁻27 kílógramm og við margföldum þessa stærð með ljóshraðanum 3 sinnum 10⁸ í öðru veldi og fáum út 1,49 sinnum 10⁻10. Nú orka, hún er alltaf reiknuð í júlum, þannig að við meðum treysta því að við getum fengið júl út úr þessum. Þá skulum við næst kíkja á það, getum við ekki breytt þessum júlum yfir í það sem að heitir rafeindavolt. Rafeindavolt er mikið notuð orkueining í þessum atómheimi og við rifjum upp að 1 rafeindavolt er svo orka sem að rafeind sem hefur hleðsluna 1,6 × 10⁻19 þegar hún er búin að fara í gegnum spennumismunin 1 volt. Nú það þýðir þá að við erum með orka hennar er þá 1,6 sinnum 10⁻19 joule. Nú skulum við finna fjölda rafeindavolta í þessari orku massaeindarinnar 1u og það þýðir að við erum með 1,49 sinnum 10⁻10 joule og svo deilum við með hvað eru mörg joule í einu rafeindavolti. Það eru 1,6 sinnum 10⁻19 joule á rafeindavolt. Nú sjáum við að joulin styttast út og útkoman 9,34 sinnum 10⁻19
10 í áttunda veldi, 10 í áttunda veldi, og júlin eru búin að styttast út. Rafeindavoltið sem eru undir striki, það fyrir upp á strik, og við fáum að einingin á þessari útkomu okkar er rafeindavolt. Það er náttúrulega mjög huggulegt að skrifa þetta með forskeyti og skrifa þetta 934 mega rafeindavolt. Mjög falleg tala. Þetta er það orka sem að er hvílu orka, einnar róteindar eða einnar nifteindar sem hafa massanum með það bleitt U. Við skulum kíkja á hvernig við gætum skrifað massa í einingunni rafeindavolt, af því að massi og orka er jú jafn gild. Við erum búin að finna það út að massin 1U, hann er þá, eins og stendur í dæminu, 16605 sinnum 10 í mínus 27 kílógramm, en við getum líka sagt að massin sé 934 mega rafeindavolt á ljóshraða í öðru veldi. Og það þurfum við að kíkja á í sambandi við einingarnar. Skoðum núna hvort að einingin passar ekki þegar við erum að tala joule deilt með metrum á sekundu í öðru veldi. Hvort að þetta er ekki bara sambærileg massaeining við kílógrammið. Nú, joule er búið til úr newton sinnum metra og newtonið er kílógrammmetrar á sekundu í öðru, og við margföldum með metrónum til þess að fá júlið. Undir striki er metrarnir í öðru veldi og sekundurnar líka í öðru veldi. Nú getum við farið að stytta út, og styttjum bara hérna út með svörtu. Massi í öðru veldi undir striki styttist út á móti massa og massa upp á striki. Nú hér er sekundan í öðru veldi undir striki upp á striki, en undir striki er hérna sekunda í öðru, og það styttist út, og vitum menn einingin joule á ljóshraða í öðru veldi er akkurat kílógramm. Þannig að við getum táknað massa með einingunni rafeindavolt á ljóshraða í öðru veldi. Nú skulum við skoða sýnidæmið hérna. Þar er úraníumatóm sem er geislavirkt að breytast í neptúnium og helium, og við ætlum að reikna hve mikil orka losnar úr við þetta kjarnahvarf þegar eitt atóm af úraníum breytist í neptúnium og helium, og við skrifum jöfnu Einsteins, þessa frægustu jöfnu í allri eðlisfræðinni, sem breyting á massa sinnum ljóshraða í öðru veldi, og breytingin, það er massin sem að hvarf, delta M sama sem massi sem hvarf leið og massin hverfur, þá breytist hann í orku, getur verið varmi, getur verið bara rafsegulbylgja. En þetta delta M er þá jafnt og upphaflegi massin á úraníumatóminu 232,03714. Við þurfum að hafa dálítið marga aukastafi, af því þetta eru tvær stórar tölur og við ætlum að finna mismunin á þeim, og það þýðir að mismunin verður mjög lítill miðað við þessar upphaflegu tölur. Neptúnium 228,02873 og helium kjarnin hérna
Ég veit svo sem ekkert hvort að þetta helium með rafeind, ég efast það. En það ekki tekið fram í sýndæminu og rafeindin, hún jú ekki nema 1/2000 partur af massa kjarnans. Svo hérna kannski sleppum við með þetta og við getum meira að segja ímyndað okkur að við gerum þetta þannig við segjum hér, þetta massi fyrir geislavirknina og hér væri massin eftir útsendinguna á þessum geisla. Heliumkjarni jú ekkert annað heldur en alfa geisli og við skrifum hérna massi fyrir mínus massi eftir bara til þess að breytingin á massan delta M verði jákvæð stærð, því að við erum vön því að taka alltaf breytingu sem ástandið eftir mínus ástandið fyrir. En delta M sem sagt massins sem við erum að leita að og ég búin að reikna út að þetta myndi vera hérna 0,0581 og ef við breytum þessu yfir í kílógramm 0,00581 sinnum einingamassin hérna 1,6605 sinnum 10 í mínus 27. kílógramm, þá erum við komin með að þessi massi sem hvarf 9,648 sinnum 10 í mínus 30. kílógramm. 30. Og við reiknum núna orkuna sem að þetta massa hvarf myndaði og það þýðir að við erum með 9,648 sinnum 10 mínus 30. kílógramm, margföldum það með ljósraða í öðru veldi og þetta ég búin að reikna út að muni vera 8,68 sinnum 10 í mínus 13. joule. Nú venjan í þessum smásæja heimi atómana að nota frekar rafeindavoltin og það þýðir að fjöldi rafeindavolta í þessu hérna kjarnakvarfi 8,68 sinnum 10 mínus 13 deilt með 1,6 sinnum 10 í mínus 19. Þetta joule á rafeindavolt en upp á strikju voru þetta bara joule og útkoman hér 5,43 sinnum 10 í 7. rafeindavolt sem okkur finnst náttúrulega skemmtilegast að skrifa sem megarafeindavolt. 543 rafeindavolt. Nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á dæminu sem eru hér og það þýðir að 2 af þeim koma lítið breytt á næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.